Ja, Gunnar, 2-3 tap á heimavelli, á móti Grindvíkingum. Hvernig tilfinning bara eftir leik? Bara hrikaleg. Þetta bara, já, við hleypuðum inn í leikinn óþörfu og var eins og bara litlir í okkur þegar við fáum okkur 1 mark. Og þeir skora á okkur hérna aukaspyrnu og hornspyrnu. Og svo bara slísa mark, 3. markið, þannig að þetta mér fannst við ekki að tapa þessum leik en þetta gerist. Já, myndirðu segja að voru kannski bara ógóðir með sjálfsmark eftir fyrri hálfleik? Nei, ég myndi ekki segja það. Við ætlum bara að halda saman striki og reyna að koma inn 3. markið okkar megin. Fyrir hálfleikurinn að segja byrjunin á seinni hálfleik var alveg jöfn. Þeir náttúrulega bara kíla á baku af varnarlínunum okkar með vindinum og þrýstu okkur aðeins niður. Við náum ekki jú, við erum að díla bara mjög vel við það fram að við gefum aukaspyrnu þarna og þeir skora. Við séum ekki hvernig markið atvikast sko, en svo í kjölfarið erum við bara í kapphlaupi að þeim og þeir fá hornspyrnu sem þeir skora svo upp úr. Og þú sér 3. markið, þá liggjum við á þeim og aftasti maður í okkur rennur, slæmi gegn. En hvað er það sem þau vilja þá bara bæta við bara fyrir næsta leik? Passa upp að þið, já, segir þú svona? Já, bara, við þurfum að spila allan leikinn vel. Við þurfum að hafa hugrekki til að vera með boltann og halda áfram. Þessi moment sem að vinna gegn okkur eins og mörkin. Við bara verðum minni og minni. En sem kannski verst er að í stöðunni 2-0 þá vorum við svolítið lengi tilbaka oft. Eitthvað sem hefur alls ekki einkennt okkur. Að menn stóðu langt fyrir aftan rangstöðulínu lengi vel. Og svona atriði. Ég veit ekki hvort að menn héldu að þetta væri komið á 60. mínútu. En já, ég er alltaf hundfúll með fyrstu 2 mörkin, hundfull með hvernig aukaspyrnan er, það er að segja brotið, og ég er hundfull með dekningun í markinu. Við erum búin að fá á okkur allt og mörg úr föstum leikatriðum. En móti kemur sköpuð okkur, eða fáum við víti þarna sem við svo klúðrum og við liggjum í sókn. Bara, já, hrikalegur leikur að tapa.